Já, þá ætlum við að ræða mestuliti innlenda pólitík, förum kannski aðeins út fyrir landsteinana beint eða óbeint, en hann komin til mín Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst. Það allt hárið á þér ennþá eftir lætin í skólanum þínum. Já, þetta stendur nú að lítið sko. Já, einmitt. Friður í dag? Já, algjörlega. Já. Þetta fekk farsælan endi. Já. Hvað svo sem segja má hamaganginn fram að því? Já, einmitt. Heyrðu, ég kallaði hann ekki hingað til þess að ræða það mál. Nei, þakkaði fyrir það. En þetta sennilega ófús til þess að veita mjög mikla. Já, nei, ég hef engan áhuga á því. Nei, en það svona staða ríkisstjórnarinnar sem langar að byrja á að tala við þig. Já. Hún náttúrulega þekkir þessa narratífu að sleggja Kristrúnar býti ekki sem skildi og við erum með háa verðbólgu sem stendur og við erum með ríkisstjórn sem að kynnti undir verðbólgu með því að lögfesta frumvarp sem að reyndar fyrir stjórn ber ábyrgð á eða hratt fyrst úr vör, eða hvað veit maður að segja. Er að breytast andinn svona þarna úti og meðal almennings gagnvart verkum ríkisstjórnarinnar ríkur þau? Þessi verðbólgumæling var vond fyrir sérstaklega þessa ríkisstjórn. Er það ekki? Sem að efnahagslega forysta ríkisstjórnarinnar hjá forsætisráðherra og fjármálaráðherra í höndum tveggja hagfræðinga sem að virðast hafa reiknað vitlaust. Ef marka má þeirra eigin orð þá áttu þau ekki von á þessari niðurstöðu en eigi að síður hafði fjöldinn allur af aðilum í svona hagútreikningum gert ráð fyrir þessu. Og sko það í sjálfu sér alveg hægt að vinna þessu út að hitta svona fyrsta málið sem einhver vandræðagangur með í raunverulega sko sem ekki bara einhver pólitíska átakamál sem að þú getur sem bara svona partur af leiknum sko og þetta það sem þau lögðu mesta áherslu á. Það hefði líklega verið klókara fyrir þau að viðurkenna mistökin. Já. Og bara segjast það að felreikna sig sko því að það augljóst að þau gerðu það. Já. Og það hefði verið, ég stjórnmálafræðingur en ekki hagfræðingur en ég ætla nú svo sem ekki að fara að segja fyrir það en hugsanlega sko hefði verið hægt að taka þetta kannski frekar ykkur skrefum og ekki þá hægt á þessa hækkun mælingarinnar. Já. Sem að sko heggur að trúverðuleika þeirra. Það nefnilega málið sko. Já. Því að trúverðuleikin á að vera þarna með að við aldur og fyrir störf. Já. Að þá á trúveruleikin að vera akkurat þarna í þessum málum hagstjórninni hvernig svona einhver opinberar aðgerðir sko hafa áhrif á verðbólgu og þar af leiðandi vaxtastig þannig að þetta grefur ögn undan þeim trúveruleika en ég held reyndar að sá trúveruleiki hafi nú verið það sterkur og traustur að þetta sko ef þetta bara svona hyggst þá hefur það ekki langvarandi áhrif. Nei. En ef svona fyrir að gera trekk í trekk þá getur þetta orðið erfitt. Já, ég myndi biðja til dæmis að spá fyrir niðurstöðu í næstu Gallup-könnun þá myndum við kannski sjá smá sig en það þyrfti eitthvað meira til þess að Já, sko, það svo erfitt að reikna það út sko í sjálfu sér. Það má bara gera ráð fyrir því að stuðningur við ríkisstjórnarinnar fara að dala. Bara tíminn segir okkur það að hann ætti að gera það og samfylkingin hefur þetta farið með algjörum himinskautum og það ekki rými upp á við fyrir samfylkingunar en það töluvert rými niður á við. Þannig að sko ég myndi nú svona ekki ofmeta það. Nei. Sko nú kannski ekkert endilega víst að til dæmis Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn sem hafa fengið frekar vonda mælingu núna lengi, það ekkert endilega víst að þeir muni bera svakalegt afhroð í sveitarfélögum þegar verður kosið til sveitarstjórnarkosninga í vor. Það getur verið svona mjög mismunandi bara eftir sveitarfélögum hver styrkur þeirra Áttu von á því að það verði sko sótt meira að þessum sérstaklega Samfylkingu og Viðreisn kannski í upptakti sveitarstjórnarkosninga bæði innan og utan þings? Það náttúrulega alltaf harðar sótt að ríkisstjórnarflokkunum. Já. Og það bara eðli máls samkvæmt, þannig að það er næsta víst. Maður vitni nú í Bjarnarfell sko.
það verði sko, Já, og það þá svona, það má segja að það sé búið að opna inn og aðeins meira sóknarfæri núna heldur en kannski var. Já, algjörlega sko. En svo það nú líka bara eins og ég nefndi hérna áðan sko, ég hef sagt í ykkurum viðtölum hér hjá ykkur og annar staðar sko að óþol í garð ríkisstjórna kemur miklu fyrr fram í samtímanum heldur en áður. Já. Og í rauninni fékk þessi ríkisstjórn alveg ótrúlega langa hveitibrauðsdaga. Og naut sko stuðnings langt umfram það sem að ég sko hafði sjálfur kannski svona gert ráð fyrir. Hvernig skýrirðu það? Held að sömuleyti hafi sko fólki fundist bara verið komin tíma á breytingar. Já. Voru til í að veita þessu fólki sem komið var til valda tækifæri. Það var ákveðin nýlunda í þessari ríkisstjórn, forystu þessari 3 kvenna. Já. Fólk var bara svolítið til í þetta. Já. Og á sama tíma var náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn svona, þú veist, ríkjastykkið og í stjórnarandstöðunni og til skamstíma ríkjastykkið í öllu stjórnmálakerfinu. Í ákveðinni svona innri endurskoðun, ef svo má segja sko. Þau voru að velja sér nýja formann og svona fara í gegnum ýmislegt, eða Guðrún svona að fóta sig, skulum við segja frekar. Og þannig að sko, og Framsóknarflokkurinn svolítið svona laskaður eftir stjórnarsettuna. Miðflokkurinn reyndar að rísa gríðarlega og nýtt sér þau færi sem þar hafa gefist. Þannig að svona ýmislegt samspil sem gerði það verkum að ríkisstjórnin fekk nokkuð gott start og svo fekk hún náttúrulega veiðigjalda málþófið svolítið upp í hendurnar sko. Já. Það spilaðist upp í hendurnar á ríkisstjórninni það málþóf. Já. Svona þeir upp að staðið. Já, og við getum alveg haldið því fram sko að valdaflokkarnir 2 gömlu, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa átt við ákveðin forystuvanda að stríða á sama tíma og allir 3 ríkisstjórnarflokkarnir virðast búa við mjög sterka forystu sem óumdeild innan raða Viðreisnar, Samfylkingar og Flokks fólksins. Já, það rétt að forysta þessara 3 flokka algjörlega óumdeild. Það enginn sem skorar formann nokkurs þessara 3 flokka á honum. Já. Þannig að og það hefur sko, stjórnarandstaðan hefur reynt að finna einhverja leið til þess að kljúfa samstöðuna og sér í lagi svona beint sjónu sínum að Flokki fólksins eðli máls samkvæmt finnst mér nú bara og reynt svona að lá einhverju ónægju með hann eða hjá honum í garð hinna, skilur reyna svona, það leiðin sem notuð að reyna að kljúfa upp samstöðuna, en það hefur bara alls ekki tekist, það alveg sama hvað hefur verið reynt. Já, en kannski hefur þeim þó orðið eitthvað ágengt gagnvart Flokki fólksins því að fylgi hans mælist 8,5% lægra heldur en í kosningunum. Já, það líka eðli máls samkvæmt. Það það sem ég hefði alltaf spáð. Sko, Flokkur fólksins þráttur allt áskorenda flokkur. Challenger party. Þú veist, hann stofnaður þannig, hann sko byggður upp þannig undir forystu formannsins, nánast eign formannsins þú veist, í óeiginlegri merkingu á ég nú við, þetta nú sannarlega félagasamtök sko, en svona í óeiginlegri merkingu að þá það algjörlega klárt og kvitt og slíkir flokkar eiga oftast minn erfiðara uppdráttar þegar komið ríkisstjórn heldur en rótgrónari flokkar og jafnvel þó svo að Viðreisn sé ekki gamall flokkur að þá hann svona innan úr hinu hefbundna mengi stjórnmálun og ekki áskorenda flokkur, þá klofni út af sko Evrópumálum, alþjóðamálum og svona frjálslyndis versus íhaldsmálum út í Sjálfstæðisflokknum að þá hann ekki þessi áskorenda flokkur sem að Flokkur fólksins þannig að bara svona mjög klassísk stjórnmálafræði segir okkur að Flokkur fólksins átti alltaf miklu erfiðara uppdráttar með að halda fylginu.
Það mætti líka kannski færa rauk fyrir því að færri í flokki fólksins kunni leikin að maður getur tekið svo sem orða til orða en til dæmis í Viðreisn af því að við erum að bera saman þessa tvo flokka. Já, þess vegna eru þeir sko þrátt fyrir að vera stofnaður svipum tíma að þá eru þeir ill samanburðar hæfir hvað varðar svona eðli og inntak. Já, svo heldur Ásta Lóa Þórsdóttir því fram í viðtali við mig núna í þessari viku að það hafi verið harðar sótt að þeim til dæmis að hálfu fjölmiðla. Hún vitnar til viðbragða starfsmanna ráðuneytisins sem hún gegndi fyrir afsögn að það hafi verið herjað á starfsmenn frá þessum meginströms fjölmiðlum af þvílíku offorsi og krafti að starfsfólki muni aldrei annað eins í því skyni að reyna að grafa upp einhverja snögga bletti, hneykslismál og svo framvegis. Já, ég meina að þú segir mér þá bara þær fréttir hérna, ég svo sem þekki það ekki en hins vegar sko ekki ólíklegt að sko vegna þess að flokkur fólksins er óhefbundnar en aðrir að þá hafi svona sjónir beinst að honum svona í meira mæli heldur en jafnvel að öðrum og hann að auðvitað hann framan að gaf bara á sér miklu meira færi. Já. Það var bara einfallega þannig og það er líka vegna þessa reynslu leysi sko. Og ég meina færni í stjórnmálum er alveg fyrirbæri sem er raunverulegt og fyrir þá sem að koma utanfrá og veljast sko fremur skyndilega til fórstarfa það er bara mjög líklegt og hafa kannski ekki flokki kringu sig sem að skólar það þó rætt til að þá er bara það staðan að þeir rata auðveldar í vandræði. Já. Til að ná árangri í íþróttinni þurfur það að kunna ákveðna leikreglur Ég meina þetta er bara færni eins og öll önnur. Við hefur reynda verið töluð alveg ævintýralega mikið niður í íslensku þjóðfélagi yfir áratugi núna. Sér í lagi unglega starf, lýðræðislega starf sem mikilvæga lýðræðislega starf sem framfer í stjórnmálflokkum. Og ein afleiðingin af því þessu svona orðræðu niðurrifi á stjórnmálastarfi er svo að við erum að fá stjórnmálaflokka sem eru ekki hefbundnar fjöldarhefingar með skipulag og strúktúr þar sem fólk sko mæti til leiks, tekur þátt í málefnastarfi, vinnur sér hægt og rólega og upp og skólast til í stjórnmálunum og öðlast á færni sem þarf til þess að verða síðan fulltrúi flokksins í sveitarstjórn eða þingi eða hvað þá í ríkisstjórn heldur mæti fólk bara beinleinis beint til leiks og hefur strax komið í einhverja svona stöður og hefur enga strúktúr í kringu sig til að styðja við sig. Og það þetta er afleiðingin af því sem við erum að horfa upp á og þetta er ekki góð þróun. Hún er eiginlega bara virkilega slæm fyrir lýðræðislegan þroska, stöðu lýðræðisins, þetta veikir lýðræðið, grefur undan svona þjóðmálulegum þroska ef svo má segja og þetta á nú orðið við bara flesta stjórnmálaflokka á Íslandi, ekki alveg alla en flesta. Þetta eru stór orð þegar. Þetta er bara þróun sem hefur verið yfir núna nokkra áratugi og er bara augljós. Nýjasta erkidæmið þetta er þegar við sjáum gamlan sjálfstæðismann Pétur Marteinsson bara koma hoppandi og sölsa undir sig og þetta seti samfylkingarinnar í borgarstjórn. Jú, það er alveg svona einhvers konar dæmi þetta en sko mér finnst nú reynda Pétur ég átti sko ekki endilega vonaði að þetta myndi reynast svona auðvelt. Nei, mitt. En mér finnst Pétur hafa útskýrt sitt ferðalag frá svona frjálshyggju drengja hópi sem hann tilheyrir bara vina sinna vegna og svona, þú veist bara lífið sett hann á þann stað svona framan á ævinni og svo yfir í að sko verða jafnaðarmaður sænskur sósíaldemokrat í rauninni sko þar sem hann hafi búið þar, mér finnst þetta alveg trúverðug lýsing og í rauninni er ekkert í henni sem að mér finnst sko eitthvað grunsamlegt eða ekki einlægt sko þannig að og fólk þarf náttúrulega líka að geta leyfst það sko en þetta eru þetta alveg ævintýralegt að horfa upp á forystu flokkana fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor raðast þannig upp að meira og minna allir forystumennir sem fram eru komnir hafa með einum eða öðrum hætti tilheyrt sjálfstæðisflokknum áður fyrr sko.
þú veist, ég alveg viss að þetta gerist bara í hverju tilviki fyrir sig. Já. Það ekki samræmt með því, en þegar að saman kemur og myndin birtist, þá þetta náttúrulega alveg ótrúlegt. Já, þetta það. Að svona skuli komið, þá virðist vera sem að Sanna Magdalena sé svo eina sem að aldrei hafi stigið inn fyrir dyr Valhallar. En sko til að gæta allar sanngirni þá virðist nú tengsl sumra þeirra hinna vera mjög mismikil. Já. Ég veit ekki til þess að Björg Magnúsdóttir hafi verið neinn innstu koppur í búri Sjálfstæðisflokksins, alls ekki sko. Meðan að Ari Edwald var það sannarlega. Og þannig að tengslin eru mismikil sko. En þetta veitir auðvitað einhvers konar vinstra frambóði, hvernig svo sem að það mun nú verða á endanum skrúa saman gríðalegt sóknarfæri. Þér finnst það? Auðvitað, blasi við, þetta svo auðvelt argument. Já. Hvaða sjálfstæðisflokk ætlar að kjósa? Sjálfstæðisflokk Péturs, Hildar, Ara eða Bjargar eða ætlar að kjósa hvað annað sko. Já. Og þannig að það eru þetta gríðalegt sóknarfæri, en vinstri menn eru nú ekki alltaf auðnægst að grípa sín sóknarfæri þótt þau hafi verið augljós. Það má orða það þannig. Já. Sko, þú ræðir þessar, ég veit ekki hvort þau að tala þessi skyndistökk, þessa umpólun og að það hafi ekki verið til góðs fyrir samfélögin að svona flokkarnir sem uppalendur, reynslu og þekkingar það skorti svolítið á það verulega, já, það sé ekki gott fyrir samfélagið. Nei. Sósíalistar, þeir eru núna búin að kynna sinn lista efstu sæti fyrir borgarstjórnarkosningarnar og það má segja að þar sé einhvers konar andstæða það sem við höfum mjög oft hort upp og undanfarið að þekkt fólk það bara snertilendir einhvers staðar og bara strax komið inn á þing eða í borgarstjórn eða eitthvað. En þar erum við með manneski sem heitir Silja Sóley Birgisdóttir sem leiðir listan, 25 ára gamall stuðningsfulltrúi. Í skoðanakönnunum þá myndi sannlega innan við 1% þjóðarinnar kannast við hana. Já. Hvað geturðu sagt eitthvað þetta? Eiga framboð einhvern séns í þessu upplýsingamarkaðsdrifna samfélagi? Já. Hvað viltu að ég pakki þetta svarfallega inn? Ég bara vil að þú segir mér það sem þú hugsar. Þú veit að eiga þau ekki mikinn séns. Nei. Það blasir bara hreinlega við sko. Sko þar sem ég var að nefna áðan sko í stjórnmálum þá þarftu þetta að hafa eitthvað trúverðuleika. Þú getur auðvitað öðlast hann úr einhverjum öðrum störfum og komið síðan sko fljúandi þaðan inn á einhverja framboðslista og reynda að taka það með þér og það svona dálítið taktutímans í dag að það sé þannig sem það er gert. Annað sem raunar að mínu viti mun heppilegra að menn skólist til og öðlist þennan trúverðuleika í gegnum stjórnmála starfið sjálft á lægri stigum og öðlist í gegnum það svona fylgis og verði þekkt af störfum sínum þannig að þetta sé þá fólk sem að fólk hefur verið að taka eftir og kannast við yfir einhvern tíma úr slíku starfi áður en það síðan stígur fram í að verða frambjóðandinn. En þetta hefur bara verið talað alveg óbáslega niður talað að klíkuskap og einhverju sé bara raða stólum og eitthvað svona og þannig fáið þeir einhverja dúsur og umbun sem algjörlega alröng lýsing á því sem að á sér stað. En hinn félagslegi þroski sem verður til í slíku starfi nauðsynlegur, þarf að vera hryggjast ekki í stjórnmálakerfinu. Svo allt í lagi að það bætist við eitthvað krydd í því að menn sé að koma utanfrá og það svona blandist inn í þetta fólk sem kemur öðrum áttum en núna búið að snúa þessu algjörlega á hvolf. Og það orðið miklu sjaldgæfara að fólk vinni sig upp í gegnum stjórnmálakerfið í dag.
heldur en að það komi bara sem sending einhver staðar utan að kanti. Þú veist, einhver fræðamenni sem bara birtast að utan og við nánast öll þessi framboð sem við erum að sjá einhvers konar forystu fyrir núna raðast upp eru þess háttar. Þannig að það er nú svona sko það að ganga til liðs stjórnmálaflokk stúdentsárum einhverjum finnur einhverja lífs hugsun, tengir við, gengur í flokkin og ferði í málefnahóp, byrjar að ræða við fólkið, svo er það kannski treyst fyrir að skrifa einhverja ályktun, bera hana upp, fara í gegnum til dæmis bara fundasköp, bara lýðræðisleg fundasköp, vera kveðin í kútin, koma aftur, ná betri árangri, þú veist, allt þetta, þessi skólun verða síðan formaður í einhverju hverfafélagi, skilurðu, og svo smám saman ertu farin að verða málsvari í einhverjum málum, fólk eins og þú er farið að taka eftir viðkomandi, taka meðan viðtöl og þannig byggiru upp þinn feril og þegar að kemur að því, nú ætla ég að bjóða mig fram til sem kjörinn fulltrúi á einhverju sviði, þá ertu komið með þessa ferni, fann að skilja þetta, búin að tala við margt fólk og veist hvað þetta gera. Og það er bara miklu meira virði heldur en að við höfum álitið. Sko, hvorugur okkar er fættur í gær. Nei, það er víst. Eins og grönum og sjá. Það er önnur breyting sem mér finnst af orðið. Þegar ég skrolla nokkra áratugi aftur í tímann, bara til minna blaðamennsku, þá finnst mér eins og það hafi verið miklu algengara að maður fengi svona beittan tón frá ungliðahreyfingum stjórnmálaflokka. Og nátti náttúrulega að vera samviska flokkana. Já. Og það sé í stefnumálunum. Akkurat, og þar voru leyfð IQ-brögð og svona einfaldanir og það var sagt að þetta héldi móðurskipinu við efnið og þótti bara ágætt að ungliðahreyfingarnar gagnrýndu móðurskipið. Núna hefur mér fundist í seinni tíð að það sé frekar sjaldgæft að það komi svona gagnrýnar ályktanir, hvað maður segja, innan frá í ungliðahreyfingunum. Hefur þarna orðið einhver breyting? Já, sko, hlutverk Heimtallar var að berja forystu flokksins í hausinn með Hayek og Friedman og það er bara hressandi meðan að sko vinstra megin að þú veist að þá halda menn merki byltingarinnar á lofti og ásaka forystumenn sína að vera komnir bara á einhverja jötu ríkisins í einhverju endalausu samkvörðli. Það er auðvitað þannig sem þetta á að vera og vonandi sko eru ennþá til slíkar ungliðahreyfingar. En það er svo sem ekkert einhlítt í þeim efnum heldur sko. En það er ekki gott reyndar að ungliðahreyfingar verði mjög svona handgengnar forystunni og verði svona bara eins og einhvers konar pótintátar þeirra. Við viljum ungt fólk sem svolítið róttækt og spísana. Já, og má alveg fara svolítið fram úr sér. Það er nefnilega allt í lagi, sko. Það er líka ákveðin skólun sem að felst í því. Já, akkurat. Heyrðu aðeins að sjálfstæðisflokknum sérstaklega. Heldurðu að Guðrún nái vopnum sínum og flokksins eða er hún alltaf einhvern veginn með bara að minnsta kosti helming flokksins gegn sér? Þetta er bara mjög erfitt fyrir hana, sko. Já. Það hefur ekkert komið fram ennþá, hún hefur náttúrulega komið núna mjög endurteknar mælingar frá því hún tók við. Sko, hefðin, sagan segir nýr forystumaður fær töluvert svona búst með sér. Það kemur fylgisaukning með nýjum forystumanni. Þegar að svo fyrir svona hefur þrotið örendi og þreyta á orðið og margir fallnir frá og þá er svona andrúmsloftið hreinsað, nýr forystumaður kemur og svona framan á hann að fá smá aukningu með sér. Guðrúnu hefur ekki auðnast það, þannig að það segir okkur að þetta getur orðið erfitt fyrir hana. Er komið fyllileg reynsla á það? Ég veit það nú svo sem ekki, ég ætla ekki að kveður upp með það. En það er ekkert svona alveg umhverfinu sem að
segir að svo verði nema þó það að fyrirsjáanleg verður aukið óþol í garð forystu ríkisstjórnarinnar bara út af því að þau í forystu ríkisstjórnarinnar og að þá gæti tíminn ætti auðvitað að vinna með Sjálfstæðisflokknum út af því bara aðri flokkar eru ofar í skoðanakönnunum heldur en hefðbundið fylgið að segja til og Sjálfstæðisflokkurinn miklu lægri í skoðanakönnunum heldur en hefðbundið fylgið segja til ríkisstjórnin þannig samsett að það ætti að verða sóknarfæri fyrir Sjálfstæðisflokkinn þegar fram í sækir og þá í rauninni nokkuð óháð hver í forystu flokksins. En auðvitað getur það síðan skipt máli hversu vel tekst til við að sækja það fylgi hver þar situr. Þú nefndir áðan að málþófið í veiðigjaldamálinu hefði verið bautasteinn eða styrkur í rauninni stjórnarflokkana. Já, það svona hefði komið sem tækifæri fyrir. Endaði þannig, Já. Það spilaðist upp í hendurnar á stjórnarflokkunum, Hvort hyggurðu að vandi Guðrúnar sé af persónulegum toga eða ræturinn eða bakland hafi ekki verið nógu sterkt eða þetta sé bara lýsandi fyrir ástand flokksins innanfrá. Það bara erfitt að átta sig á hvernig það vöðlast allt saman Vegna þess að maður hefur stundum svolítið sett spurningamerki bara svo ég tali bara fyrir sjálfan mig persónulega við þessa taktík að hjóla í allt og rífa allt niður á sama tíma og henni má ljóst vera að það kannski 70-80% vilji þjóðarinnar á bakveg einhverjar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar. Þetta svona en hún náttúrulega í erfiðri stöðu það erfitt að átta sig á því nákvæmlega hvernig besti fyrir hann að spila úr henni hún var kannski svona aðdragandi þess að skipt var formann í Sjálfstæðisflokknum ekki augljósast kosturinn í þeirri umræðu sem þá átti stað. Ég held að margir hafi framar að kannski frekar staldra við Þórdísi Kolbrúnu hún gefur þetta síðan frá sér og kannski vegna þess að hún sá ormagrifjuna þarna fyrir fram að sig. Já, en svo það bara líka einhvern veginn þannig að sú hilli sem hún hefur notið út í samfélaginu og sumpant meira meðal annara heldur en klassískra sjálfstæðismanna að sú hilli var bara ekki alveg komin til hennar þá. Hún öðlast hana aðeins seinna. En það alveg að blasir hins vegar alveg við að það til dæmis forystumaður sem að kannski geti náð inn í aðra raðir heldur en núverandi formaður. Mér finnst stundum eins og núverandi formaður veit ekki alveg í hvorn fótinn hún eigi að stíga. Sjálfstæðisflokkurinn hefur klemst svolítið á milli tveggja afla sem áður tilheyrir Sjálfstæðisflokknum þótt að með ólíkum hætti sé. Sjálfstæðisflokkurinn var alltaf þessi víðfeðma kirkja sem að rúmaði alls konar vistaverur og vittir náði yfir það sem allavega í 3 stjórnmálflokkum yfirleitt í löndunum í kringum okkur. Það að segja svona hófsami kristilegi demokratar, Evrópusinnaðir, alþjóðasinnaðir, þú getur hugsað Helmut Kohl eða eitthvað þess og svo auðvitað höfðu þeir alltaf svona þjóðernisíhaldið á Íslandi með sér svona bændaíhaldið og hið þjóðlega íhald hefur alltaf verið sterkt í Sjálfstæðisflokknum og svo svona frjálshyggjuvítin þar að auki. En núna sótt að flokknum eiginlega þetta dálítið athyglisvert að sótt að flokknum úr 2 áttum og svo ein vítin eiginlega alveg horfin. Það sóttu Viðreisn auðvitað klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum og tekur sér stöðu sem þessi svona hófsami kristilegi demokrata flokkur Helmut Kohl sem vill ESB sem að vil gangi í Evrópusambandi svona alþjóðasinnað fremur hófstiltur svona borgaralegt svona borgaraleg svona verslunar öfl einhver síðan sótt að Sjálfstæðisflokknum frá vít svona hins þjóðlega íhalds frá miðflokknum jafnvel þó sá miðflokkurinn sé upprunalega
klofningur út úr framsóknarflokknum, að þá hefur hann verið að sækja miklu meira inn í þetta klassiska mengi hins þjóðlega íhaldsarms sjálfstæðisflokksins. Sigríður Andersen er orðin þingmaður flokksins, núna kemur Ari Edwald þarna inn og það er svona gáttir alveg augljósar á milli svona þess sem að stundum hefur uppnefnt sem svartstakkarhreyfing sjálfstæðisflokksins og miðflokksins. Og sama tíma og flokkurinn að klemmast þarna á milli að þá er frjálshyggjan horfin bara úr þjóðfélagsumræðinni og þetta er auðvitað athyglisvert. Það helst að maður sjá Sigur Kára fyrir þingmann. Já, en það er ekki margir sem að halda hugmyndin lágmarksríkið á lofti. Nei. Sem að við ólust upp við að væri partur af stjórnmálaflórunni. Arfleifð Bjarna Benediktssonar, menn svona horfa á hana frá ólíkum sjónarhornum, sumir segja að hann hafi gert vel að halda flokknum með það fylgi og sérstaklega gríðarlega völd alveg fram á síðasta dag nánast, getur maður sagt. En aðrir segja að það sé honum að kenna að til dæmis fylgi hans mælist afskaplega lágt núna og náttúrulega vitum á þessum ESB ágreiningi sem að leiði sumpart til klofningsins sem við köllum þeir reist. Hvert er svona bara liðið svolítið tími frá því að Bjarni var við stjórnvölinn í ríkisstjórn, kannski nægilega langur til þess að við getum svona haft einhverja hugmyndir hvaða arfleifð verður skrifuð hann. Þitt mat á því? Ég held að það sé hægt að segja sögu Bjarna Benediktssonar svona bara frá ýmsum sjónarhornum eftir því hvar fólk stendur svo sem. Hann var auðvitað öflugur forystumaður sjálfstæðisflokksins og áhrifamaður hér yfir langar hríð, stóð af sér alls konar allur og var að því leiturinn til farsæll forystumaður fyrir sjálfstæðisflokkin. Það er líka hægt að setja upp lista línuritt með öllum formönnum sjálfstæðisflokksins og skoða fylgið þeir í kosningum og þá liggur Bjarni Benediktsson langt undir öllum hinum. Hversu sanngjarn sá samanburður er hins vegar annað mál. Hann tekur við af Geir Haarde þarna þegar flokkurinn liggur lágt en hann nær honum aldrei upp úr þeim öldudal. Ef þú skoðar bara línuriti þá er rauninni bara næst flokkur auðvitað hreyfist þetta eitthvað en það er ekki þannig að hann nái að reisa flokkinn til fyrri stöðu. Þannig að þýleitinu mistekst það en hversu raunhæf var svo krafa að gera til hans að það væri hægt að ætlast til þess. Ég efast að það hafi verið hægt að gera það allavega fyllilega en þannig að ég held að sé hægt að segja sögu hans frá ýmsum sjónarhornum. Svo er það hneykslsmálin sem það fer alltaf mikil orka í þessi vafasömu mál. En á sama tíma sjálfstæðisflokkurinn lækkar og lækkar þá er það ekki rétt hjá mér. Það eru svipaðir hlutir sem gerast utan landsteinana að svona tryggð og flokkshollusta við einhver akkeri Þetta er alltaf niðurleið. Jú, það er alveg rétt og þess vegna er kannski þetta samfylkingarinnar mjög merkilegt. En hversu varanlegt það er eins og það er allt annað mál maður veit það ekki en að horfir á Bretland þá eru bara báðir kjölfestu flokkarnir flokkakerfi Bretlands er nú þannig að það eiga bara 2 flokkar raunverulega möguleika á því að þeir kerfi býr til 2 flokka kerfi og báðir þeir flokkar í vandræðum Íhaldsflokkurinn gæti tapað forystusætinu fyrir Reform og við fengjum svona 1920 moment í Bretlandi þegar að verkamannaflokkurinn skákaði frjálslyndaflokknum og tók stöðu hans sem að annar 2 stóru flokkana og svo er verkamannaflokkurinn líka í meiri átt að vanda og þannig að það er eitt við sjáum þetta nánast allsstaðar við sér hvernig meginstraumsflokkarnir í Frakklandi hafa bara horfið og nýsmíðar tekið við og sósíalistaflokkurinn er bara svipur á sjón og gólistarnir gömlu tvistrast þannig að þetta er bara veltækt.
Heyrðu, Eiríkur, það búið að vera gaman á forvitnilegt að spjalla við eins og alltaf, kannski rétt í lokin hún heyrir svo oft svo röksemd hjá stjórnaranstæðingum sem ég reyndar aldrei botnað í að nær væri að ganga beint til kosninga ESB heldur en að spyrja þjóðina hvort hún vilji taka aftur upp samtalið. Hvaða röksemd þetta? Að það ætti bara að spyrja strax já eða nei? Hvernig lestu ég þetta? Sko, ég held að það séu tvær leiðir færar. Sko, ef þú bara skoðar ríkið sem gangi í Evrópusambandinu tekur bara, Ísland aðeins út fyrir söga, sko. Ríkisstjórnin geta samið aðild að Evrópusambandinu og sett samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá bara spurt, viltu ganga inn í Evrópusambandið á þessum forsendum eða ekki? Þá það bara spurningin. En það líka hægt að gera eins og hér lagt til að spyrja áður en gengið til samninga, hvort að ég hefja samningaviðræðurnar. Þá spurningin auðvitað að vera það. Því að sko annars væri við að gefa okkur að ríkisstjórnin ætlaði bara að samþykkja hvað sem væri. Já, þetta ekki bara lýðræðislega heilbrigt og eðlilegt skref? Þú fyrir ekki öður? Jú, auðvitað það. Þetta svona einhver pólitísk uppstilling að gera, að halda þessu fram. En sko, segja nú svo að það þið spurt áður en gengið til samningaviðræðna, viltu ganga í Evrópusambandið ekki? Meirihluti þjóðarinnar myndi segja já. Þá ríkisstjórnin ekki neyti samningsaðstöðu gagnvart Evrópusambandinu að hafna einu sem að boðið verður upp á. Ef þjóðin búin að segja vilja ganga inn. Einmitt. Þannig að þetta myndi setja ríkisstjórnina held ég aðeins erfiða stöðu, sko, ef það gert, sko. En ég hugsa nú samt að veðmál þeirra sem að tala svona sé að þjóðin myndi þá hafna því og það myndi sko enda málið. Það líklega veðmálið sem að menn að leggja þá upp í með þessu. En þetta óvanalegt hins vegar að það sé haldin þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að hefja í aðildarviðræður. Yfirleitt ákveða ríkisstjórnin það sjálfar og með bara sínu pólitíska kapitali, sko. Og semja svo og síðan kosið. Það þegar Norðurland þegar Svíar og Finnar sögðu já og Normenn nei að þá 1995 að þá voru það samningarnir sem hafa kosið sko. En ekki hvort að hefja þetta aðildarviðræður. Ef við munum ganga til kosninga eftir kannski 15 mánuði eitthvað sluðs þetta, þá náttúrulega algjörlega vonlaust að spá fyrir það hvað þjóðin mun segja. En hvað veist líklegast að verði? Sko ég myndi halda að þjóðin myndi það væri líklegra að fólk myndi samþykkja það hefja aðildarviðræður. Kíkja í pakkan. Svo koma þessi orðöld, þessi frasar, kíkja í pakkan. Þú þolir þetta ekki? Nei, ég meina að þetta ekki það sem lýsir almennilega því sem á stað, sko. Okay. Og sko, hvorki að þetta kíkja í pakkan þetta þannig að fólki það sé bara ríkið sé algjörlega stilt upp í vegg með alla hluti, sko. Þetta miklu flóknara mál heldur en það. Hins vegar ég alls ekkert vissum að þjóðir myndi síðan á endanum samþykkja seinni atkvæðagreiðsluna inngöngu í Evrópusambandið á forsendum þess sem að þá mun liggja fyrir. Það miklu erfiðari fjalli heldur en svo fyrri. Og Íslendingar hafa bara alla tíð verið óvissir í afstöðu sinni til Evrópusambandsins. Við höfum bara verið óviss. Bara við eigum erfitt með að gera upphuga okkar í þessu máli og sem sést best að því að stuðningur við aðild að Evrópusambandinu hefur færst frá því að vera 10% og yfir í 90% og aftur tilbaka og allt þar á milli. Þannig að maður segir okkur bara vitum ekki alveg hvað við viljum í þeim efnum. En það svona ákveðin óvissa sem einkennir tímana og efnahagslegar áskoranir og öryggismálin og
og það verður fróðilegt að sjá hvort það eða hve mikil áhrif það hefur. Já, Já. einmitt, algjörlega. Já. Eiríkur, kæra þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Minn ykkur á eða hafið ekki gerst áskrifundur á Samstöðinni nú þegar að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna þar hnapp sem ástendur áskrift og með aðeins 2750 króna framlagi mánaðarlegu hefur þú allt að segja okkar framtíð. En ég þakka öllum viðmælendum ykkur sem deilið efni samstöðurinnar, tæknifólki og öðrum vel unnurum. Ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.